Í kvöld kafar Kastljós ofan í heim unglinga sem eru komnir í harða neyslu á læknadópi. Sá heimur svartur og viðmælendur Kastljós eru sammála að hörð neysla ungmenna hafi aukist mikið síðustu misseri, bæði á læknadópi og öðrum fíkniefnum. Á bilinu 700 til 1000 virkir sprautufíklar eru á landinu í dag. Íslendingar eiga heimsmet í Ritalin-notkun og það ennfremur langalgengasta læknadópið sem til sölu á götunni. Í kvöld segjum við einnig frá móður 15 ára stúlku sem greip til sinna eigin ráða við að ná stúlkunni úr greipum eldri manns sem útvegaði henni fíkniefni. Jóhannes K. Kristjánsson og Benedikt Ketilsson taka nú við. Reykjavík í maí, föstudagskvöld í rafmagnslausu herbergi. Maður á 30-aldri og stúlka undir 20 hafa útvegað sér amfetamín. Hvað þetta? Það bara spýtt. Þetta ekki menta ávill. Þú notar þetta allt í einu? Alltaf, ég það smör. Oh my god. Ég hengi mér þetta. Þú notar nýja nálega? Aldrei sama. Aldrei. Vinkona mín áhætti á sig af sig, því hún satt að lífa það. Þannig að hann passa mér. Til að leira hann á dundur. Ég segi hann alltaf. Og svo ég bara að segja hann eitthvað Ég veit það alveg saman, sko. Þetta aldrei hrættum það að verða að taka úr stóra skamt? Nei. Svona vonaði ég bara. Ég nefnir sig ekki. Hvað það ekki það? Hvað? Eru þið í fíkn núna? Ég frík út, sko. Hér reynir maðurinn að sprauta stúlkuna. Hann byrjar að reyna að finna æði í handleggnum. Þar sem engin ljóstýra í herbygginu fara þau út að glugga til að vera undir birtu götuljósana, vel sjáanleg frá götunni. Svo hún hérna, sko. Svo ég finna hana bara sjálf. Hann alveg á því stundum það leikur út af henni. Þetta oft gert hann að strákar hjálpu stelpum eða stelpur strákum? Ég get gert það allar, sko, nema sjálf mig. Ég get gert það í einn. Ekki að fólki kringum mig með smá þær. Já, þetta er. Já, svona. Hvað er vel fyrir þið? Engin hættu úr stóra skamti? Nei. Ekki mér. Svo þú varst inni yfir 5 sekúndur varstu mín. Það er núna. Já. Víst. Þetta er hálfsinn á það. Já. Ekki alltaf veik. Ég geti alveg. Ég geti ekki verið hálfsinn. Heitir ekki? Nei, hún voru ekki á miklu meina. Flott og... Ég er fokkin. Þetta í alveg allt til að krakka? Finnur ekki? Já, ég er alveg... Þetta í lagi? Það er ekki eftir. Já, allt í lagi? Já, en þú er svo gott. Það er það. Áður en Kastljós kvaddi voru þau bæði farin að tala að útvega næsta skamt. Langflestir þeirra sem Kastljós hefur rætt við og koma að meðferðamálum unglinga segja að neyslumestur unglinga sé hægt og sígandi að breytast. Hér áður fyrr var algengasta leið unglinga í neyslu sú að þeir byrjuðu í áfengisneyslu, fóru þaðan í kannabisneyslu og eftir það tímabil tóku e-pillur og hvítuefnin við. Læknadóp var óþekkt í neysluheimi unglinga.
Nú mynstrið að breytast þannig að unglingarnir stoppa mjög stutt við í áfenginu, fara snögglega í kannabisneyslu og hafa aðgang að læknadópunum samt fara hvítuefnunum. Neyslan verður mjög hörð á stuttum tíma þar sem unglingarnir blanda öllum efnunum saman og æ fleiri unglingar fara að sprauta sig með efnum og þá sérstaklega rítalíni. Þetta mynstur sem áður var kannski bara hjá mjög herðum neytendum sem eru alveg forfallir í því, það hefur kannski aðeins svona víkkað út, þannig að það eru fleiri sem eru virðast vera tilbúinir til þess að prófa allt mögulegt og ég veit ekki hvort að það kannski sú breyting sem við erum að sjá að því miður virðast einstaklingar að vera tilbúinir að prófa nánast hvað sem ef það stendur til boða. Í Bandaríkjunum var það alltaf þannig að fyrsta efni, ólöglega efni sem að krakka pröfuðu var cannabis, marijuana. En það hefur verið breyting á þessu að núna það sem þið pröfa fyrst, það eru pillur sem þið finni í skápunum hjá foreldrum sínum. Þá yfirleitt sterk verkjalyf. Það sem sé svona, kannski dæmi það hvað að aukast alls konar efni sem hafa áhrif á hugan sem að læknar eru að skrifa út. Unnur Regína Gunnarsdóttir 18 ára. Hún byrjaði að drekka áfengi 12 ára og ári síðar fór hún að neitað fíkniefna. Hún hefur nú verið edrú í 7 mánuði. Fíklar líta sumir á kannabis sem ekki fíkniefni einhvern veginn, en það náttúrulega ekki þannig sko. Ég veit ekki hvað mikið af fólki sem tekur sitt eigið líf vegna þess að það er svo þunglynt að þegar reykir kannabis. En þetta er einhvern veginn orðið svo mikið daglegt bara, það er svo mikið ungum krakkum sem bara, já ég reyki bara gras, ég er samt ekki dópisti. En það er ekkert annað. Þessi heimur hann hefur breyst svolítið mikið. Það er náttúrulega má segja það að í dag að þá eru ungmenni að það sem kallað er reykja gras í mun mæli heldur en hefur verið og það er mikil sprenging í því enda eins og ég hef sagt að hefur orðið ákveðin gengisfelling í svona fíkniefna heiminum. Gras er ekki lengur talið til fíkniefna og að drekka í dag að það er ekkert mál, virðist vera og svo er sá hópur sem að hefur farið í harðari efni, erfiðleikar hans svona eins og við sjáum það hafa farið vaxandi. Það eru svona fjölþættari vandamál sem koma þar í kring. Þetta var bara kannabis, áfengi, yfirleitt er þetta áfengi kannabis, en þetta var kannabis, áfengi, amfetamín, e-töflur, svo kókaín svolítið seinna og síðan var ég á rítalínu á þessu tíma, bara samkvæmt læknisráði og svo var ég byrjað að selja það bara í skólanum og þá fljótlega eftir það þá hætti ég á rítalínu og síðan er það bara þessar róandi pillur og ég notaði mikið af róandi pillum þegar yngri. Segir Þóra Björg Sigríðardóttir, 22 ára, sem hlaut nýverið 5 mánaða dóm vegna ofbeldis og auðgunarbrota. Hún afplánar nú dóminn í kvennafangelsinu í Kópavogi. Í febrúar á þessu ári fjallaði DVF týndar stúlkur. Þar steig móðir 17 ára stúlku fram sem hefur margoft þurft að leita að dóttur sinni í undirheimum Reykjavíkur. Úrræði yfirvalda virðast vera skornum skammti þegar kemur að því að taka á málum þar sem fullorðnir karlmenn nýta sér neyð ungra stúlkna með því að gefa þeim fíkniefni í skiptum fyrir kynlíf. Foreldrar grípa því til sinna eigin ráða og hér er saga móður stúlku sem var 15 ára þegar henni var kippt frá mun eldri karlmanni sem var í neyslu. Við tókum svo ákvörðun að smala saman hópa fólki, vinum og kunningjum og ættingjum og náðum að smala 8 stórum og stæðilegum karlmönnum og fórum heim til hans og sóttum hana. Og þar stóð ég fremst með karlmennina fyrir aftan mig og léti maður bara svona vita því að hún var ekki velkomin inn á hans heimili og hann var ekki velkomin til þess að taka þátt í hennar lífi. Var þetta úrræði sem að þið gripu til vegna þess að það í rauninni var ekkert annað hægt að gera? Af hverju gera þetta svona? Mér fannst bara að það var allavega mikill seinagangur og ég held að við höfum ekkert fengið neina almennilega aðstoð við að fara og draga hann út af heimilinu. En það var svona sem við ákveðum að gera þetta og það virkaði í okkar tilfelli.